Það held ég nú sportátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og já, nú komið yfir í handboltan og línuna komin hún Hrafnhildur Ósk Skúladóttir, þjálfari hjá IBVF og já, heil og sæl. Já, sæl og blessaður. Herru, hvað að frétta úr Eyjum? Heyrðu, það bara svona ljómandi fínt. Já, eitthvað tíma slæmt í Eyjum? Nei, alltaf sól og blíða og alltaf gott í sjóinn og bara svona, það gengur að gerist. Já, einmitt. Og ertu kannski farin eitthvað á sjó sjálf líka eða? Nei, ég er ekki komið svo langt. Nei, einmitt. Held mér bara kennsluna. Já, nákvæmlega. Já. En hérna, nú náttúrulega handboltinn í fullum gangi og já, hvernig stemningi búin að vera Eyjum svona í byrjun tímabils? Bara, svo sem bara mjög góð. Þetta svo sem fyrir einhvern veginn. Þetta alltaf bara eins og okkur stelpunum þetta alltaf bara búið 3 leikir og löng pása. Nú koma ef aftur að klára svona 3 leikja törn og förum aftur í pásu og þetta kemur fyrir skorpum. Þetta er mjög gaman með á stöndur og með að fá leiki. Já, og ég sá, já, náttúrulega, já, í seinni bylgjunni þá varst þú þjálfari mánaðarins? Já, í síðasta mánuði. Við mistum aðeins nafninn í síðasta leik. Já. Já. En hvernig svona, nú náttúrulega liðið sjálft, þú ert búin að halda þetta ekki svona mestöllum kjarnanum frá þú komst að þjálfa þarna? Jú, svona mjög mörgum, ég allavega ekki, jú, í sjálf sér, mjög mörgum og náttúrulega með mjög margar eigastelpur sem náttúrulega líka frábært í þessu og gerur þetta auðvelt. Og svo náttúrulega bara fengi rosalega flottar viðbætur. Já. Búin að nánast festa hjemme hérna, hún er búin að kaupa þessu hús og svona, þannig að það er mjög jákvætt. Svo náttúrulega með Karolínu og svo fekk ég frábæran Spánverja núna fyrir tímabilið, Línumann, já, sem er bara frábær stelpa og bara rosa flott og bara mjög ánægð með hana. En hvernig hefur þið svona fundist bara ólíst deild kvenna fara staðið yfir höfuð? Má segja að þetta sé jafnari deild heldur en í fyrra? Já og nei, já, ég veit það ekki. Ég held að verði, ég var náttúrulega í fyrra, samt ég var svona ég bjóst reyndar ekkert endilega við því svo mikið í fyrra, að Fram og Stjarnan myndi stinga svona mikið og verið svona miklu sjálflokki. En jú, ég held að þessi efstu 4 og 5 jafnar heldur en voru í fyrra. Já. Fyrir að skiptist það náttúrulega bara fyrstu 2 og svo náttúrulega voru 4 slást fyrir þetta 7. sæti. Núna held ég að verði bara rosalega hart barist þarna á toppnum. Já, nákvæmlega. En það er náttúrulega svona, deildin má segja að hún verður sennilega svolítið tvískipt, svona, að vera svona 4 efstu og kannski 4 næstu. Já, samt sko, Haukarnir náttúrulega hefur búin að fara líka bara ágætlega stað og þannig að sko náttúrulega eins og Gróttar náttúrulega voru bara einhvern veginn einstaklega óhefnar og núna náttúrulega síðast mistar Lofis út á móti okkur og þannig að það er svo sem bara búin að eiga svolítið erfitt uppdráttur út af því. Selfoss náttúrulega verða mjög flottar eftir áramót þegar að fá Hrafnhildi hann inn, náttúrulega einstaklega ofna með þess að þurrið út. Já. Þannig að og svo náttúrulega Fjölnir, þannig að jú, kannski, eins og staðin akkurat núna og með mannskap, þá ætti deila svolítið að skiptast í kannski 3 og 4, en þetta verður mjög fljótt að breytast held ég þegar all púslinn fara að skila sér. Já, en nú hefur, já, hvernig hefur fundið svona þróinu núna í, já, kvennahandboltanum núna síðustu ár? Nú náttúrulega, já, 2 deildir. Er það gott fyrir kvennaboltan eða ekki? Hefur þú ykkur að skoðun á því? Já, alveg klárlega. Ég var bara satt sig á mjög smeyku þetta til að byrja með. Hélt að allir bestu leikmennirnir úr hinu liðanum myndi fara upp í Ólisteild og ekki vilja spila og ekki vilja spila í fyrstu deildinu og myndi kannski einhver lið þurfa bara leggja liðið niður og annað og það náttúrulega bara var alls ekki raunin sem er frábært og í sjálfu sér eru bara mjög fáir leikmenn sem hafa komið upp í Ólisteild úr þessum liðum og meira að segja var það þannig að sem að komir á óvart að ég veit að eins og Fjölnir var að
falast eftir þó nokkur leikmönnum þarna úr fyrstu deildinni sem að vildu freka verið í fyrstu deild en að fara að spila í úrvalsdeild sem við stefnum einstaklega skrítið. En þannig að það einhvern veginn, bara liðin hafa bara haldið sér rosalega vel. Já. Þannig að ég en úr því að gera það, þá þessi fyrstu deild bara mjög, hún náttúrulega búin að vera bara mjög spennandi og mjög jöfn og það náttúrulega bara frábært og engin lið sem að, það náttúrulega ekki lið sem hefur þurft að hætta þáttöku ennþá, þannig að þetta bara að ganga bara alveg eins og átt að gera. Nú hefur tíðkast mikið að, ungir leikmenn, eða hvernig minna þeir hætti svolítið snemma í handbolta. Það að breytast eða ekki svolítið núna í dag? Jú, það hefur gert það. Engin spurning. Bara og rosa marga sem eignast börn og koma aftur inn eftir barneignir og það bara frábært. Ég sjálf sem hann þekki það í einn raun hvað þetta verður bara mjög, það bara ótrúlega gott að komast á handboltaæfingu og vera í þessu þegar maður komin í hennan fjölskyldupakka. En þú hefur eitthvað náð að fylgjast eitthvað með kalladeildunum? Já. Það svo náttúrulega seinni bylgjan, þetta náttúrulega bara þvílíkir snilldar þættir, það er ekki hægt annað en að fylgjast með, þannig að bara, alveg þó nokkuð mikið, sko. Og hvernig hefur fyndið svona, Óli-deild karla fara af stað? Bara ótrúlega vel. Mér finnst F-fangarnir líta bara alveg rosalega vel út. Svo maður náttúrulega alveg einstaklega hrifinn af þessu Selfossliði. Ótrúlega skemmtilegir ungu strákarnir og bara ríkala flott lið og sérstaklega með aldur. Þannig að bara, ég held að þetta verði líka alveg rosalega jöfnild. Bara þar það eru eftir að ráðast alveg í lokin þar hverjir verða deildameistarar og úrslitakeppni eftir að verða alveg frábær. Já, nákvæmlega. Mörg bara frábær lið. En það náttúrulega stórleikur, það ekki bara í Eyjum á morgun? Það stórleikur á morgun. Þannig ég má ekki halda þér á lengi. Heldur betur. Það ekki þjálfar alltaf snemma að sofa svona daginn fyrir leik? Hvað segir þið? Það ekki þjálfar alltaf snemma að sofa svona daginn fyrir leik? Ég veit, ekkert endilega mjög snemma, en ég þarf nú örugglega að fara svona ágætlega snemma að sofa þegar ég er með akademíu klukkan 6:20 í fyrramáli. Já, auðvitað. Þannig að ég þarf allavega að vakna fyrir klukkan 6. Já, það allavega að þið fáið Stjörnunni í heimsókn og það er svo stutt á milli allra liðana þarna eftir fyrstu 5 umferðirnar. Þær eru aðeins 2 stigum eftir ykkur. 4 stiga leikur fyrir okkur, þær eru búin að tapa náttúrulega 5 stigum og við erum búin að tapa 3. Þannig að það er annarkvort að það er jafn okkur eða við erum komið 4 stigum undan og þannig að þetta er alveg gríðarlega mikilvæg leikur sem fyrir okkur. Og þannig að stemningi þarf að vera í lagi í Eyjum klukkan 6:30 og hjá Sunnlendingar þeir eru bara að taka Herjólf eða ekki sem að búi ekki í Eyjum? Já, segðu, við silt í Randeyhöfn og engin, þetta er engin eðalind. Nei, hvernig, það er kannski talað hvernig er svona akademían hérna? Þetta er náttúrulega, það er ekki margar handboltaakademíur hérna á landinu en í Vestmannaeyjum, þar er, starfrækt öflug akademía. Já, og svona allavega örfáum við erum líka með grunnskólaakademíu sem er fyrir 9. og 10. bekk. Já, ok. Þannig að við erum með grunnskólaakademíu og framhaldsskólaakademíu og bara með það er ansi bara mjög góð þáttaka og bara með hörku duglega krakka og metnaðarfulla, þannig að þetta er alveg mjög skemmtilegt að vera að vinna með þetta. En að þjálfa þetta að fara svona á mót og fleira og leiki, hvort sem er útileikir, hvernig sem það virðist sem að IBVF nær einhvern veginn alltaf að koma sér í útileiki, alveg sama hvort það sé frestun og Herjólfi eða eitthvað svona, þið svona skipulöð þarna í Eyjum alltaf? Þetta getur verið alveg einstaklega leiðilegt þetta er alveg að þurfa alltaf að vera með plan A og plan B og hvort maður komist heim aftur eða ekki en við svo sem maður orðin ansi vannur og þær sem eru búin að vera í þessu mun lengri tíminn ég eru glænsa vannar þannig að þetta lærist en þetta er alltaf svona pínu leiðilegt. Já, þetta er það ekki 3. tímabilið í Eyjum?
Jú. Já, þannig að þetta hefur verið það ekki svolítið viðbrigðið mitt, já svona, já hvernig það væri að fara frá Vestmannaeyjum og í hinna leikina og svona með skipulag? Já, algjörlega, en maður sem betur fyrir mig, maður með gott fólk til að aðstofa sig í þessu. Já, þú hefði sem þetta ekki getað skipulagt svona svakalega fram í tíma með ferðir. Þetta er svona, sem betur fyrir, þá þurfum við ekki að skipulega, ekki svona allt og langt fram í tíman, en hérna, en við erum alveg með, við erum með góðan mann í þessu, sem er svolítið mikið í þessari skipulagningu og pantaferðir og gera og græja. Já, en já, Hallana, það er bara áfram í BF, við ætlum að enda þessu bara slóra og skýti, ég ætla að leyfa þér að fara að sofa þannig að þú sért 100% einbeitingu á morgun. Já, það ekki. Já, takk hérlega fyrir. Takk hérlega. Marblessuð. Ok, bye. Já, endum þetta viðtal leikurinn klukkan 6:30 í Vestmannaeyjum á morgun í Ólisteild kvenna. Það er einnig, já, leikið á Selfossi, sáleikur, já, hefst klukkan 7:30. Svo klukkan 8 í Framhúsum, þar er Fram og Haukar. Staðan í Ólisteild kvenna er þannig að Valur og Tottenham eftir 5 umferðir með 9 stig, Fram í öðru sæti með 8, IBF í þriðja með 7 stig, Haukar í fjórða með 6 stig, Stjarnan í 5. sæti með 5 stig og Selfoss í 7. með 3 stig, Grótta í 7. með 2 stig og Fjölnir í 8. með 2 stig. Þetta er alveg hrikalega jafnt og já, ekki síður í fyrsta deildin og við tökum það meira í næsta þætti en við ætlum að taka næstu körfuboltan fyrir en fyrst náttúrulega spilum við slór og skít úr Vestmannaeyjum.